Já, við byrjum hérna í gær á svona þræði sem við ætlum að halda hérna í rauðaborðinu svona næstu daga. Við köllum þetta rauði þráðurinn. Fáum hingað fólk til þess að tala stöðu vinstrisins og sósíalismans á Íslandi og kannski líka í okkar heimslunda. Byrjum svolítið í Bretlandi í gær þar sem verið að stofna nýjan vinstriflokk til vinstri við verkamannaflokkin og mjög spennandi og Guðmundur Auðunsson sem nú fastagestur hérna við rauðaborðið, hann býr í London og hann genginn í þann flokk og hann átti hérna leið rauðaborðið í gær, þannig við ræddum svolítið stöðu vinstrisins kannski frá sjónarhóli Bretlands en fórum líka hérna heim og vorum að bera svolítið saman þennan flokk við íslenskt stjórnmálaumhverfi. En við ætlum að halda áfram umræðinu vinstrið og sósíalismann og hingað komin Drífa Snædal. Þú velkomin. Takk. Þú talst konar stígamóta en þú nú ekki hér því, en þú varst nú forseti Alþýðusambandsins, framkvæmdastjóri VG. Þannig að þetta nú bara bæði verkalýðshreyfingin, hinn sósíalíska verkalýðshreyfing og svo þið skipulega stjórnmálastarf. Þegar þú horfir yfir hérna svið þá stendur þessi hreyfing ekkert sérlega vel. Verkalýðshreyfingin? Já, við tengjum svona saman hérna verkalýðshreyfinguna og hérna það flokka sem spruttu upp úr verkalýðsbaráttunni á síðustu öld. Þetta ef við erum að horfa svona frá 1950 til okkar tíma við verum ekki ánægð með stöðuna. Nei, en samt held ég að það hafi reynst svona síðustu áratugir styrkur íslenska verkalýðshreyfingar að vera ekki tengt stjórnmálaflokkum og til dæmis á Norðurlöndum. Þau hafa verið í alveg ofboðslegu baslið þar, vera svona ofboðslega tengt sósíaldemókrötum og það verður einhver breyting hérna með ég vil meina svona vinstri náttúrulega breytist harkalega þegar sósíaldemókratar fóru í hérna þriðju leiðina og einkavæðinguna og allt í hennu fannst vinnandi fólki bara skrítið að vera að styðja við þá sem var að grafa undan velferðarkerfinu, þessi sameign okkar sem hún svo byggði upp áður. Þannig að það urðu einhver svona breytingar á Norðurlöndunum að félagar í verkalýðsfélögunum voru bara ekkert upp til hópa að styðja þann flokk sem var tengdastur verkalýðshreyfingunni. Sem hafa verið kratarnir þar. Sem voru kratarnir og ég meina víða, ég veit ekki alveg hvort það algengt í Noregi og Svíþjóð og hérna og Danmörku, en í einhverju löndu var það þannig að þú veist, það fóru peningar úr verkalýðshreyfingunni í þennan stjórnmálflokk, þau voru með sæti í stjórnum hvers annars og svo framvegis, ofboðslega nátengt og að einhverju leyti en það. Þó ég þekki hann nú ekki algjörlega í þaula, þá þetta samt svona hérna pólitíski armur og verkalýðsarmur. Góðu heilli hefur þetta ekki verið þannig á Íslandi síðustu ár. En ef maður gæti sagt að sko fyrir þennan tíma, segjum að hinn slæma áru byrja svona 80-90, þetta nýfrjálsíða kemur og þriðja leiðin og hérna sósíaldemókrataflokkarnir í Skandinavíu drifta svona af leið. En fyrir þann tíma þegar það var hérna stjórnmálaafl verkalýðshreyfingurinn inn á þingi að þessi samfélag voru mótuð meira að kröfum verkalýðshreyfingarinn heldur okkar. Okkar þá? Okkar samfélag. Að við höfum... Já, í norrænu samfélag, já, við höfum alltaf haft svo veikan stjórnmálaafl verkalýðshreyfingarinnar. Já, það var náttúrulega þessi dýnamík, það var verkalýðshreyfingin og það var stjórnmálaarmur verkalýðshreyfingarinnar og síðan var það vinstri sem stóð fyrir utan, var ekki hluti af verkalýðshreyfingunni, en voru þessi hérna, vinstri róttæku sósíalísku flokkar sem að líka tóku, hérna drógu, hvað maður segja, sósíaldemókratana til vinstri, sem hérna virkaði mjög vel, voru yfirleitt í minnihlutastjórnum með þeim. Það var náttúrulega þessi ógn frá hérna hugsanlega byltingu, bara hérna á hérna næsta bæ við var náttúrulega hinn sósíalíska bylting í Rússlandi. Þannig að hún hafði rosalegt áhrif. Og síðan var þetta bara svona eftir stríðsárin, bæði fyrir heimsstyrjöld og svo seinni, náttúrulega gríðalegir uppbyggingarfasar. Það bara þegar allt ómögulegt, það verið að reisa úr rústum eitthvað og það, þú veist, í þessu andrúmslofti verður náttúrulega til og það svona velferðarkerfi sem var byggt upp þá og við nutum góðs á Íslandi, tökum náttúrulega megnið af okkar hugmyndum frá Norðurlöndum í uppbyggingu velferðarkerfisins.
að það var náttúrulega byggt upp af verkalýðshreyfingunni, af stjórnmálaarmi verkalýðshreyfingarinnar og bara, vinnandi fólki. Já, en eins og ég segi, svo eftir 1980 þá, ég ætla að hafa ekki verið svona í kringum 2000 að þá fóru þessi pólitísku tengsl að verða bara hreinlega fjötur fót í verkalýðshreyfingar. Í Skandinavíu, já. Það Stefán Ólafsson hefur bent á það í sínum bókum að munurinn var með að sá að verkalýðshreyfingin var sterkari á Íslandi en pólitíski armurinn veikari og það er breytingar sem að þó náðust í gegn, voru oft náðust í gegn með verkföllum og öðru slíku, með bara venjulegri verkalýðsbaráttu, frekar heldur en stjórnmálabaráttunin og þingi að því að það náttúrulega klofnaði hreyfingin á Íslandi með svona öðrum hætti, voru róttakari hlutin var yfirleitt sterkari á þingi. Þannig að þetta svona einhver leyti ólík þróun, en í Skandinavíu þá var þetta samstíga svona og þeir náðu meiri árangri á eftirstríðsárunum. Já, þeir gerðu það. Það er á mörguleyti heimir af því. Og á millistríðsárunum í rauninni líka, þá hefst þetta ferli með svona ákveðnum samkomulögum sem eru gerð. Þeir eru útlínurnar í samstarfi á vinnumarkaði eru teiknaðar upp á millistríðsárunum og það samkomulag er rauninni það sem við byggjum á Norðurlöndum í dag og jafnvel í Þýskalandi og víðar. Það er að segja að það séu hagsmuni bæði atvinnurekenda og launafólks að vera í samtökum sem tala saman og það sé það hægt að ná samningum og þeir haldi. Svo er náttúrulega ýmislegt vanheilagt í svona samningum eins og við þekkjum en en já, svona útlínurnar eru dregnar upp á millistríðsárunum. En Ísland er svolítið sérstakt og það er sérstakt að því að við vorum ekki með þessa sterku tengingu við stjórnmálaöflin en líka að því að vinstri stjórnin í kringum 1980, ég held að lögin séu 55 1980, að þá er sett í rauninni skilyrði það að það sem semst í kjarasamningum, það eru lágmarkslaun á Íslandi og að í rauninni að verkalýðsfélögin séu þannig að það sé hluti af velferðarkerfinu og fólk tilheyrir verkalýðshreyfingunni. Það er styrkur íslenska verkalýðshreyfingar, hefur verið þannig að við erum ekki með lög lágmarkslaun, heldur er það þannig að það sem semst í kjarasamningum að það er gólfið hverju sinni fyrir hverja atvinnustétt. Það er gríðalegur styrkur og og í rauninni betra að það sé samið við samningsborðið heldur en að það séu einhver lög lágmarkslaun sem að misvitri pólitíkusar eftir því hvernig vindandi blása geta verið að krukka í hverju sinni og missi verðgildi sitt og svo framvegis eins og við vitum með önnur viðmið sem eru sett í lögum. Þannig að það er styrkur íslenska verkalýðshreyfingar og ég sagði það nú oft í Ganni þegar ég var í verkalýðshreyfingunni að við erum stærsta verkalýðshreyfingi fyrir utan Norður-Kóreu, hlutfallslega, ég meina það er meiri aðeins. Það er hins vegar, finnst mér einhvern veginn að brotna upp núna og það er hrikalegt. Þetta er rauninni byrjar með félagi lykilmanna sem er náttúrulega ekki stéttarfélag, heldur tryggingafélag fyrst og fremst, berst ekki fyrir einn eða neitt skilur í kjarasamningum. Það gerist þegar Play ákveður að stofna stéttarfélag og gera sjálft kjarasamninga sem eru 30% lægri en það sem almennt gerist í þessum bransa hérna á Íslandi og byrja svo að ráða inn. Það gerist núna með sveit, með svona platt stéttarfélagi í veitingageiranum. Svo heitir virðing eða einhverju fínu nafni? Já, og sveit er þá atvinnurekendasamtökin sem standa þá utan samtaka atvinnulífsins sem er heldur ekki gott af því að ein leiðin til þess að rústa verkalýðsfélögum það er atvinnurekendur kljúfi sig og það hefur gerst á Norðurlöndu líka að þeir fari mörg félög og þá er náttúrulega bara verður þetta ekki góð yfirsýn, það er ekki vitað við hvernig að semja, það þarf að gera marga kjarasamninga á sömu störfin og svo framvegis. Þannig að það hefur alltaf verið hagur launafólks að atvinnurekendur séu líka í einu félagi til að vera með eitthvað samningsaðila og það er að brotna upp núna og það er gríðarlegt áhyggjuefni.
Og þetta þarf að þótt að staðan sé góð á Íslandi, að þá þessi hætta það er hætta á þessi grafið undan verkalýðshreyfingunni með þessum hætti sem þú ert að lýsa. Það er líka verið að tala um það á þingi að auka völd ríkissáttasemjara til þess að geti slökkt á verkvöldum og alls konar slíkar hugmyndir. Það hefur verið alltaf Sjálfstæðisflokkur leggur fram reglulega tillögur að draga úr svona skylduaðildinni í nafni frelsis. Já. Og þetta er mjög hættulegt pólitískt ástand sem við erum í núna því að vinstrið er mjög laskað, vægast sagt. Það verðist ekki vera viðnám hjá Samfylkingunni, hjá krötunum, sem ætti náttúrulega vera til að verja verkalýðshreyfinguna. Þannig að það eru svona ýmsir blautir draumar sem hafa verið í gegnum tíðina sem eru að skjóta upp skollinu núna. Það gæti náðist í gegn. Já, gæti náðist í gegn. Mér finnst einhvern veginn allt lekað í gegn núna. Það er ekkert viðnám frá vinstri í pólitíkinni. Og þá erum við að tala um aukivöld til ríkissáttasemjara, við erum að tala um að grafa undan velferðarhlutverki stéttarfélaginu, félagslega hlutverki og bara, nefndu það. Það er bara alls konar pælingar í gangi. Ég ræddi við Guðmund Auðunsson í gær og þar er verkalýðsfélögin eru aðilar að Verkamannaflokknum, kannski svipað kerfi og var í Skandinavíu. Og þar er það hannig að þeir eru með svona sérstakt eyrnamerkt fé til stjórnmálabaráttu sem er þá eins og á Íslandi að þá fyrir 1% af laununum í að reka hagsmunabaráttu í verkalýðsfélaginu og svona hluti af því er svona merktur til þess að verja í svona almenna stjórnmálabaráttu því að það er náttúrulega vitað að þú nærði ekki kjarabótum fyrir þitt fólk bara við samningsborðið. Þetta þarftur að vinna einhverja pólitíska baráttu til þess að efla velferðarkerfið, við erum með kröfur félagslegt húsnæði og fleira sem er bara grundvallar atriði fyrir fólk sem er á lægri launum til þess að geta að lifa sómasamlegu lífi í okkar heimshluta. Þetta með klofningin á milli pólitíkurinnar og verkalýðshreyfingarinnar veldur því að þetta er svolítið veikara hjá okkur. Að það er erfiðara fyrir verkalýðshreyfinguna að ná fram einhverjum svona stórum samningum í húsnæðismálum, Já og nei, já og nei. Það var samið bjarg og svona, en við vitum bæði að þó að þessi 1000 sem hafa sloppið þarna inn, að þá ættu við að hafa 25.000, Já, ég segi já og nei að því að, þegar við erum að tala um þetta stóra uppbygginga tímabil í Skandinavíu, að þá var bara á þessu horni var ASÍ í Svíþjóð, þessu horni satt ríkisstjórnin og það voru nokkri metrar á milli og þau hittust í hádegismat og bara skipluðu hvernig þau ætla að hafa þetta. Eins og pólitíska ástandi er hérna á Íslandi, það var nú breyttur ríkisstjórn bara á 4 ára fresti, yfirleitt. Þannig að þetta getur líka verið akkilesarhæll ef verkalýðshreyfingin er of tengd einu stjórnmálafli og er þá ekki með áheyrn hinna af því að þau eru þá bara samkvæmt skilgreiningu ekki samherjar þeirra. Þannig að ég held að íslenska verkalýðshreyfingin hafi náð töluvert betri árangri jafnvel á síðustu árum. Eftir að byrja að hrörna í Skandinavíu? Já, það er alltaf kannski það sem gerist. En mér finnst líka ég upplifði það mjög sterkt ég var hjá Starfsgreinasambandinu þessi 10 ár sem ég vann innan verkalýðshreyfingarinnar. Við höfðum mjög góða áheyrn. Við höfum mjög góða áheyrn í fjölmiðlum, við höfðum töluverð áheyrn hjá stjórnmálasamtökunum. Það sem var oft akkilesarhællinn af verkalýðshreyfingarna, það var samstöðun skorti innan hreyfingarinnar. Það er gríðarleg átakamenning þar innan. Þeir sem þrífast þar mjög vel er fólk sem sækir í átök. Við erum ennþá að dragast með þessa hugmynd hinn átakasækna sterka karlkyns yfirleitt leiðtoga sem að geta lyft olíutunnu sem rífur kjaft er ekkert endilega frábærastu við samningaborðið, það þarf ekkert endilega að vera en svona er kjaftfúr og við röglum oft saman því að vera kjaftfúr og vera róttækur það er ekkert endilega sama þannig að ég og þegar átöki beinast inn á við og það er einhvern veginn aldrei teknin inn í fangan eins þar og einhver svona stemning að allt eða ekkert. Það verður ekki hægt að semja sig að hlutunum í einhverjum ákveðnum skrefum. Ég held að það sé svona kannski það sem að stendur okkur helst fyrir þrifum. Að því að ef verkalýðshreyfingin myndi vera saminuð og sterk og ná að fókusera
að þá getur hún gert það sem mikið. En ég er líka eitt sem kannski svolítið ólíkt hérna á Íslandi og víða annars staðar að, og það er eitthvað sem á hérna sem ekki nógu gott hér á landi, að við íslensk verkalýðshreyfingin og íslensk launafólk hefur ekki heimildi til að leggja niður vinnu í pólitísku tilgangi. Það er að segja ef að hérna til að knýja á lagfæringar húsnæðiskerfinu til dæmis? Já, til dæmis, eitthvað slíkt. Það er bara til þess að ná fram hérna kjarasamningum sem að íslensk launafólk hefur reyni heimild sem gott vinnulöggjöfinni til að leggja niður vinnu, og það er rosalega stífa reglur, það er atkvæðagreiðslu, það þarf boða það með 2 vikna fyrirvara og svo framvegis, mjög skýra reglur og lýsi við sér árangurslausum hérna samtölum. Víða annars staðar, en það er reyndar verið að þrengja það gríðarlega mjög víða, er hægt að boða til einstaksverkfall, allir fara út á götu til þess að mótmæla skerðingu á barnabótum eða hérna þrýsta á aðgerð í húsnæðismálum eða eitthvað slíkt. Ofta gert í Frakklandi og Bretlandi. Ég vil nú eiginlega ekki taka Frakkland því að aðild að verkalýðsfélögum þar eru 7%. Við erum ekki að tala um verkalýðsfélög, við erum að tala um bara almenn mótmæli. Þeir eru með akkurat þessi verkvöld sem þú ert að lýsa. Það sem er mæta út á götu, ég myndi freka taka Finnland. Mótmæla hækkun eftirlaunaldurs, þá bara mæta þeir út á götu. Sem að íslensk verkalýðshreyfing mætti ekki gera. Nei, og mætti búa til mótmæla að sjálfsögðu, en ekki að leggja niður störf beinlínis, það væri þá ólögleg verkföll, en hins vegar hefur þetta verið mjög algengt í Finnlandi, þeir voru reyndar að skerða þetta núna og það er eitt af því sem ríkisstjórn Finnlands hefur gert, að hún hefur bara verið að taka af frídaga með lagasetningu, verið að skerða laun fyrir yfirvinnu með lagasetningu, alls konar svona breyta uppsagnarákvæði með lagasetningu, þetta er hættan þegar það er ekki lengur samningsaðilar á vinnumarkaði að semja hlutina og það er búið að veikja það og ef að við erum með of mikið af svona kjaramálum inni í lagasetningu, við viljum það helst ekki, það á að vera í kjarasamningum en ekki endilega í lagasetningu því þá er hægt að fara að krukka í það. Og þú myndir kannski vilja snúa sig við og taka inn í það að verkalýðshreyfingin gæti farið í verkfall út af til dæmis eftirlaunum, stöðu leigjenda, húsnæðismarkaðnum, eitthvað sem varðar lífskjör almennings, gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu, því að mörguleiti þá ef við myndum halda áfram að telja svona upp að þá voru kannski komið með atriði sem að vega bara miklu þyngra heldur en launin. Og yfirleitt er það þannig, ég meina oft er það þannig að það er samið annað í kjarasamningum sem hafa töluvert meiri áhrif heldur en endilega launahækkana. En það er ekki flokkur með þessa stefnu að breyta vinnulöggjöfin í þess áttina? Það er frekar, raunverulega er verkalýðshreyfingin búin að vera í varnarstöðu með vinnulöggjöfina eiginlega frá því ég manni þumur. Já, ég er svo gömul í hættinni að ég var nú formaður Iðnemasambandsins 96, eitthvað slíkt. Þá var verið að breyta vinnulöggjöfinni þannig að það ætti að kjósa verkfall og það var verið að herða, allar þessar reglur í kringum og búa til verkfalla og svo framvegis og við vorum alveg brjálir þá og maður hugsaði bara þetta er bara andlát verkfalla nú er verið að gera þetta svo þröngt og erfitt að það er ekki nokkur leið að fara í verkfall. Ég er búin að breyta mér finnst þetta styrkur í dag. Þetta gerir það verkum að verkalýðsfélögin verða að vera í samtali við félagsmenn. Þú verður sem félagsmaður hefur allan tækifæri til þess að taka ákvörðun um verkfallsboðun og það segir bara þau verkfall sem ég tók þátt í að skipuleggja með boðun atkvæða og svo leiðis. Þegar þú ferð við samningsborðið og ert með 90% af vinnandi fólki sem segir já, ég er til í þetta, þá er það gríðalegur styrkur. Eins og hefur verið í hjá Starfsgreinasambandsfélögunum. Starfsgreinasambandinu
kennarasambandinu BSB, ég menn eftir því að þeir fóru í verkvöld, sko, það voru bara 97%, sko, það var... Já, það bara mjög algengt, sko. Það allt annað fyrir, sko, þann sem að semja fyrir svona hóp að mæta með þetta. Já, að sama skapi þetta hrikalegt að fara að sækja verkvælsheimild, hefur gerst hérna hjá VFR síðast og verið með 52% já, það rosalega veikt. Og var það í fjallaðiki hérna í Straumsvík á okkur örfáum atkvæðum? Jú, einu held ég. Já, einu. En þannig að þetta líka svolítið ábyrgðar hlutur að þú ferð ekki með fólk í verkfall nema að vilji fara í verkfall. Það er náttúrulega tekur á sig fórnirnar. Og það ágætt. Sko. Og það tekur á sig fórnirnar. Já. Þannig að ég segi þetta því að oft sér maður ekki alveg fyrir hvaða áhrif hlutirnar hafa fyrirfram. En ég hins vegar alveg viss það sko að við verðum að finna það og maður finnur það bara í maganum og segðum búin að vinna í stéttabaráttu. Eina vopn vinnandi fólks að leggja niður störf. Já. Það eina vopni sem hafa. Þannig að það eins gott að standa vörð það vopn. Og það að til dæmis ríkissáttasemjari geti einn og óstuddur með sjálfu sér hindra það frekar hann getur núna. Hann alltaf getur komið miðlunum til og sett hann í atkvæðagreiðslu. Hann hefur heimild til þess. En að útvíkka heimildir hans það líst mér ekki á þá hefur verið að veikja þetta eina vopn sem vinnandi fólk hefur. Og þetta mjög mikilvægt vopn og hefur verið mjög farsælt að í okkar heimsluta að veita verkafólki þetta til dæmis vinnumarkaðurinn, hann náttúrulega ekki fullkomlega síðaður markaður, það náttúrulega sá sem að hefur meiri völd, hann misnóta þau á margan hátt, en þetta samt síðari markaður heldur en til dæmis leigumarkaðurinn, það sem að sko fjöldin hefur ekki sömu tæki, markaður skuldamarkaðurinn, það sem að fólk tryggingamarkaðurinn, það sem að fólk verður bara að bukta sig og beygja eftir þeim sem að hafa sko styrkin, en vinnumarkaðurinn þó svona síðaður og þetta bara hluti af því að hafa síðað samfélag. Já. Algjörlega. Mér langar líka að segja sko það einhver svona hugmynd í gangi að verkföll séu miklu algengara hérna á Íslandi heldur en annars staðar. Það ekki þannig. Bara leiðrétta þann misskilning og nota þetta ekki fari hér af því að það alltaf sko, fólk hugsa bara að hér alltaf óalandi og óferjandi og það allir brjálæðir hérna. Þetta bara ekkert mikið öðruvísi heldur en í Danmörku eða annars staðar. Herðu það klofnar þarna á milli, ef við förum svona í söguna, á milli verkalýðshreyfingarinnar og stjórnmálana og það ýmsum ástöðum hér og annars staðar, það bara en það verður svona viðskilnaður á milli og verkalýðshreyfingin, það svona þrengt af því hvert hlutverk hennar, það verið að halda því fram að þeir bara semja kaup og kjör, það sé bara ekki verkefni verkalýðshreyfingarinnar að gera neitt annað og ég get verið að borga í eitthvað verkalýðsfélag og ég bara kannski bara hægri maður og ég á ekki að vera að borga fyrir einhverja vinstri baráttu ykkar, þetta rökk hægrein, þannig að þið bara semja það sem að kaup og kjör, en svo pólitíkin á að vera bara annars svið og þá kjósu við í kosningum. Ég veit ekki hvort að svona vinstra fólk kaupir þessa kenningu, en að einhver leiti þá hafði þetta þau áhrif að vinstri flokkarnir sem áttu rætur í verkalýðsbaráttunni bjuggu sér til sína eigin stefnu, tóku ekki bara upp þú veist, stefnu verkalýðshreyfingarinnar, maður getur alveg séð það fyrir sér að maður getur bara komið og sagt, hvað það sem ykkur vantar og svona, þá höfum við það bara sem stefnun okkar. En það þróaðist yfir því að flokkarnir mótuðu bara svona sína eigin karakter, sína eigin stefnu og með annað svona framtíðarland heldur en kannski verkalýðshreyfingin var að stefna, ég veit það ekki. Kannski var verkalýðshreyfingin hætt að hugsa framtíðarlandið, samt bara næstu kjarasamninga. En það verður eitthvað svona rof þarna á milli og maður heyrir það því að við vorum að tala um Bretland í gær, að þar svona hugmyndum að endurnýjun vinstrisins verður að koma einhvern veginn með verkalýðshreyfingunni og ég veit að svona sambærilegar hugmyndir sem alltaf á sveimi á Íslandi að endurnýjun verkalýðshreyfingarnar og endurnýjun vinstrisins sé svona sama vegleiðin. Hvað? Já. Eða eru við bara með verkalýðshreyfinguna hér sem að sinni sínu að semja kaup og kjör og svo erum við með stjórnmálaflokka verkalýðshreyfingin gerir náttúrulega miklu meira heldur en sinna bara tala kaup og kjör. Já, en það það sem verið að íta í það. Mjög víðu samengi. Það verið að íta í það. Já, en verkalýðshreyfingin hefur líka verið mjög áberandi í réttlátum umskiptum til dæmis.
sem bara eitthvað sem við þekkjum mjög vel hérna á Íslandi þegar ein atvinnugrein bara þurrkast út og það þarf einhvern veginn að vera einhver svona umskiptið þar sem við verið að hugsa hag fólks. Við tökum Akureyri þessi dæmi sem fer úr því að vera iðnaðarbær í háskólabæ. Við erum að tala mjög mörg minni samfélag sem hafa farið úr því að vera iðnaðarsamfélag eða fiskursamfélag yfir í að vera túristasamfélag. Skilur þetta og við vitum það að það eru tækniframfarir framundan sem gerir það að verkum að við þurfum að vera með eitthvað svona. Sinna, styðja sína félagsmenn í áföllum sem verða í samfélaginu? Ekki bara áföllum, heldur líka bara með teknibreytingum. Og hluti af þessu náttúrulega bara skattleggja fjármagnið af því að með auknu teknibreytingum þegar fólk verður þegar þessi einhæfu störf hverfa sem allt í lagi. Það ekki gott að vera með vinna í mjög einhæfum störfum. Það er vont fyrir líkama og sál. Þú vilt ekki brjóta róbotana sem að vinna fiskinu á Dalvík og setja fiskvinnslukonur í staðinn? Nei, ég vil það ekki og ég til dæmis ekki á móti sjálfsafgreiðslukössum í búðum af því að þessi einhæfa vinna við kassana getur verið mjög slæm. Hins vegar þurfum við að tryggja það að arðurinn sem kemur út úr þessu tæknibreytingum sem verður meiri arður fari til fólksins aftur og þá getum við búið til samfélag þar sem þú ert með 30 stunda vinnuviku. En við höfum ekki verið að gera þetta. Ég nefndi Dalvík, það náttúrulega Já, nei, við erum ekki að gera það. Ef þú tekur fiskvinnslu fólk fyrir kannski segjum bara 25 árum og síðan fjölda sem að vinna í fiskvinnslu í dag, þá þetta kannski bara grunnlaun upp á 36 milljarða ári sem eru farnir út úr fiskvinnslunni, en fiskvinnslufólki fékk það ekki. Þetta hluti af hugmyndafræðin réttlát umskipti. Það líka bara hvað fær samfélagið. Og ef vel ætti að vera og ef þetta verið sanngjarnt og arðurinn væri kannski sama hlutfall og var fyrir 30 árum síðan að þá varum við náttúrulega skattleggja töluvert herra heldur en þessi nýju veiðigjalda frumvarp segir til það hluti af pólitík verkalýðshreyfingarinnar, húsnæðismálur líka, skattamál, tilfærslukerfin. Ég meina verkalýðshreyfingin alltaf búin að vera í bullandi pólitík og þetta félagsleg pólitík. Þetta vinstri pólitík. En hún hefur ekki alveg sama slagkraftin og við getum tekið kvótan að það bara vegna þess að hvernig stéttarfélögin eru og ef þú ert formaður eða í stjórn stéttarfélags út á landi þá ertu með annars konar sjónarmið í gagnvart kvótanum og veiðigjöldum og við þekkjum í skattamálum að þar ertu með svona ólíka hópa inn í ASÍ og iðnaðarmennir með aðrar áherslur heldur en láglaunafólkið. Heldur betur. Þannig að sumuleyti það hins vegar tókst á sín tíma að gera þrepaskipt skattkerfi sem var töluverður sigur. Það náttúrulega sanngirni í því að þegar þú aflar meira þá greiður hlutfallslega meira til samfélagsins af því að þú þarft alltaf einhvern grunn til að lifa á. Það að ákveðnu verkalýðsforkólfur út á landi berist á hæl og hnakka til að halda kvótanum í því byggðarlagi og til þess ekki geta talað gegn vilja útgerðarmannsins á staðnum. Ég þekki það náttúrulega mjög vel það líka svona afkomuótti í stærri mynd. Fólk býr við afkomuótta og það heftir það í að segja hluti eða gera hluti eða fara í verkvöll eða hvað það og síðan erum við afkomuótta á stærri skala sem afkomuótti fyrir heilt samfélag. Þannig að það þarf að nálgast þetta þannig. Þannig að ég segi bara verkalýðshreyfingin hefur verið í bullandi pólitík og það alltaf. Hins vegar held ég að það hefur orðið ákveðin skil með þegar pólitíkin fór úr því að fjalla mjög mikið lífskjör fólks í að verða til dæmis fjalla náttúruvernd. Þá var pólitíki og vinstri bara verkalýðshreyfingin og vinstrið nánast verður með því og þá erum við að tala til þess baráttunni Kárahnjúkavirkjun sem að bara það sem verkalýðshreyfingin fyrir austan vildi fá virkjunina til þess að búa til stað. Já, og bara ASÍ, skilur það var bara, ég held að það hefur verið bara stefna þar ef ég man rétt, ég var nú einhvern tímann að lesa gamla bæklinga fyrir sósíalistaflokkin, framboð hans þegar afi minn var í framboði í
Vesturlandskjördæmi og þá var sko sósíalistaflokkurinn að lofa álveri í Vesturlandsku, eða vildi berjast fyrir álveri þar. Hvort að það varð síðar Grundartangi eða hvað það var, ég held að það hafi verið í kringum 1970 áratökum. Þannig að þú veist, þegar vinstri fyrir að halla sig meira að umhverfismálunum og sjá lífsgæðin í stærra samhengi til lengri tíma, að þá verður eitthvað rof þarna. Og auðvitað hefur líka stöðugt verið rof sko milli einhver leyti verkefnisbarátturinnar og pólitíkurinnar í hernaðamálum, í friðamálum. Þannig að, já, það er ég myndi segja sko heilt yfir þá verkefnishreyfingin yfirleitt í bullandi pólitík í stærri samhengi og yfirleitt í vinstri pólitík en stundum verður skilað. Vinstri og hægri, það er eiginlega eðlilegast, það er bara vinstri er barátta fyrir verkaliðin. Já, fyrir heildina myndi ég segja kannski. Já. Og hitt er barátta fyrir auðvöldið. Einstaklingin. Já. Þegar vinstri flokkarnir fara að móta þessa stefnu sem að er ekki friður með gagnvart verkalýðshreyfingunni, en þá er þannig eitthvað svona rof á milli og menn getur sagt þess og til þess að lækna vinstri þá kannski eðlilega bara fara í það að taka bara upp gömlu kröfunar, við viljum bara fá hærri laun, við viljum fá öruggara húsnæði, við viljum fá gjaldfrjálsa heilbrigðis og menntaþjónustu. Sjónarmið sem þú átt að nefna friður, umhverfi, ég get nú ekki sagt sko kvenréttindi, en einhver kall út á landi í nálægt álveri geti sagt það. Býtum kominur. Þú veist, það væri ekki verkefni í verkefnishreyfingarinnar að berjast sérstaklega fyrir því. Jú, það er til hliðar. Já, ég veit að þú telur það. En þessi, ef það verður svona klofningur á milli, er þetta mein sem að þarf að lækna eða á þá bara klofna á milli í verkefnishreyfingarinnar áherslu hennar og síðan vinstrisins sem er með stefnu sem að stangast á við kröfur stór hluta verkalýðsins? Sko ég, eins og ég rætti náðan, ég er ekkit alveg sannfærður það að stjórnmálin og verkalýðshreyfingin eigi að vera í einni seng, en þau að mætast í áherslum að sjálfsögðu og þá að vera samtal og samskipti og auðvitað er það þannig að verkalýðshreyfingin og vinstrið eiga að vera samherjar í ákveðnum málum. En ekkit endilega vera í einni seng saman sko. Þannig að ég sé þetta ekkit endilega sem sko eitthvað stórkostlegt vandamál, en mér finnst að það ætti að vera svona sterkari taug á milli. Ef við erum nú að tala sko að það þurfi að endurreisa vinstri á Íslandi sem vissulega þarf að gera, þá þarf að sjálfsögðu að vera sterk taug á milli stjórnmálanna og verkalýðshreyfingarinnar að sjálfsögðu. Þú tókst þátt í tilrauninni í VG sem að engin veit hvort að sé hægt að segja hvort hún hafi tekist eða ekki. Ég held að hún hafi tekist bara svona kaflaskipt, stundum tekist, stundum ekki. Já, menn það er ekki alltaf hægt að meta svona, hvað við segja, svona menningarleg fyrirbrigði út frá því hvort þessu langlíf. Það er ekki endilega það er þessi besta sem er langlíft. Heldur er þetta svona, ég segi stundum að þetta er bara hægt að horfa á þetta eins og hljómsveitir. Það er bara góð hljómsveit sem á góða 7 ára tímabil, það er bara frábær hljómsveit. En þú þarft ekki að fara að mæta á endurkomu tónleikana og hlusta á það seinna. Þar var tilraun til þess að ná saman, það náttúrulega var sósíalismi, var aftur að vera eina stóðunum. Og það var friðar. Félagslegt réttlæti það mátti ekki segja sósíalismi á þeim árum. Nei, það mátti heldur ekki segja sko feminismi eða kvenfrelsi, það var nýtt hugtak. Já, það var sósíalismi, feminismi, umhverfisvernd og friðarmál. Friðarmál eru nú aldrei áberandi. Hvað var þetta kallað? Alþjóðahyggja. Já. Sósíalísk alþjóðahyggja eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað þetta var. Sem að við myndum segja friðarmál. Já. Þau eru nú aldrei svona áberandi í baráttu VG. Nei. Það bara einhvern veginn fór bara tíðarandinn frá þeim málum. Já, þetta var einhvern veginn ekki, þetta var ekki mjög áberandi. Sem við sjáum getur sagt núna, því miður getur við sagt, þess að við erum komið svo hervætan heima, það er eiginlega... Ég held að við höfum verið á einhver svona tímapunkti þarna sko að það var bjartsýni að við værum að fara í rétt átt eða heimurinn. Já,
að þessum að Bandaríkin væru eina stórveldið, að það myndi skapa Pax Americana. Já, ég meina það var verið að vinna mjög markvisst gegn sko fátækt í þriðja heiminu, það var verið að taka töluvert stór skref þar og það var verið að halda þessar stóru ráðstefnur, alheimsráðstefnur, kvennarráðstefnur, umhverfisráðstefnur, eitthvað svona heimurinn var komin í einhver díalóg sko að vinda ofan af vitleysunni. Þannig ég held að það hafi verið eitthvað svona bjartsýni sem er alltaf ekki tilefni til núna. Frá stríði til friðar. Já, og frá fátækt og til einhvers konar í átt að einhverju réttlæti. Já. Að með því að leyfa kapitalismannum að nota tæki sína þeir myndu lyfta fólki til. Já, það er ekkert að horfa það þannig. Það var trúin sem var kannski hrundi 2008 og við erum bara ennþá 8 gráði hvað afleiðingar hafi. En þetta með því að leggja af stað með feminisman, umhverfismálin, einhver leyti friðarmálin í samanvagninum og sósíalisman sem er kannski bara efnarslegri kröfur verkalýðshreyfingarinnar, að má segja það að sá þáttur, sósíalismin, hafi ekki verið nógu sterkur í VG, vera árindi. Já, það mætti kannski segja það. Þetta er, eins og ég segi, þegar maður lítur tilbaka var þetta afskaplega kaflaskipt. En ég meina, VG var einu flokkur sem varaði við sko, fyrir hrunsáran til dæmis. Eina röddin sem talaði gegn þessari geðveiki sem allt í einu steypt okkur fram með hengifluginu nánast. Hins vegar voru svona baráttu sem tóku gríðarlega orku og það var umhverfisverndin, náttúruverndin. Við talum náttúrulega baráttan gegn Kárahnjúkum og gegn öðrum virkjana áformum sem voru í byggjarð. Þannig að já, ég held að það sé mjög kaflaskipti. Ég bara veit það og ég finn það, sko, við stofnum VG 99, ja, 98, 99, eftir hvernig maður reiknar þetta. Og bara þessar hugmyndir að setja á dagskrá hjá pólitíkinni. Kvenfrelsismál og umhverfismál. Þetta var bara svolítið nýtt. Auðvitað hafði kvennalisti verið og allt það, en þarna var verið að kynna nýjar hugmyndir þú veist, ekki hægt að kaupa líkama kvenna. Það var ný hugmynd. Þegar VG er stofnað þá er konum ressa fyrir að vera í vendi, til dæmis. Galin hugmynd sko í dag, en því miður víða. Og þú veist, taka á heimilisofbeldismálum við öll þessu ofbeldismál, búa Þar getum við sagt halda áfram eða ekki að taka. Það er ekki straumhvörf sem að verða. Nei, það er það ekki, en sko það var einhver segla þarna í VG og það var einhver stemning þannig að þessi mál kom á dagskrá og síðan fóru þau í gegn, skilur. Byrja í einhver rosalega andstöð, svo sko 10 árum síðar er sko umræðan í samfélaginu búin að breytast. Já, svona vilja sem allir vildu kveðið hafa. Já, nákvæmlega. Og allt í einu komið inn í stefnuskráir í rauninni allra flokka, bæði ýmislegt í umhverfisverndinni. Ég veit ekki hvort þú manst hvernig við talað VG og upphafsárunum, bara einhverju lópapeysu kommar og sauðskýrskón sem vildu sko stöðva hjól atvinnulífsins og búa upp á heiðum í Fjallakóa sko. Það var bara, þannig var þetta að tala. Kaflaskiptin eru náttúrulega líka 99 til 2009, fyrstu 10 árin, að þá er flokkurinn í stjórnarandstöðu og þá getur þú bara verið gagnrýnandi og sagt. Sömuleyti eins og þú sagðir áðan svona áhrif vinstri sósíalista í Skandinavíu var það að hafa raunverulega þessa stöðu og geta dregið umræðuna eða miðjuna til sín. Aldrei vanmeta það sko. Nei, og það er, þá er gagnrýnin á fyrir hrunsárin og þar er umhverfismálin og einhver leyti feminismin líka, mjög ábyrrandi. En þegar að flokkurinn fer í stjórn þá er þetta benda á árangurinn í kannski kvenfrelsismálunum. Við höfum meiri vandræðum með umhverfismálin. Já. Og ég held sko við lendum í stökustu vandræðum með að benda á sko sósíalismann. Já. Ég man alveg eftir, ég var nú framkvæmdastýra þessa flokks þegar við göngum inn í það stjórnarsamstarf 2009
og ég var ég hafði þann metnað þá að við kæmist út úr þessu hruni með velferðarkerfi nokkurn veginn í lagi. Að við myndum ekki selja frá okkur náttúruna eða fiskinn í sjónum eða velferðarkerfið okkar af því að það sem við vorum að horfa á knésettar þjóðir, talandi eins og Grikkland og sérstaklega Grikkland kannski Ítalíu og Spánn einhverju leyti Var að tína af þeim alls konar drasl? Já, ég meina, þeir voru bara, við ætlum að þið þurfa að selja jafnbrautakerfið ykkar og svo þessar eyjar líka og svo ætlum við að taka skólpið líka, þetta var staðan sem þessi lönd í og þau eru bara ennþá á hnjánum. Þannig að ég hafði þann metnað inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf að við getum staðið vörðum velferðarkerfið okkar og staðið vörðum okkar sameiginlegu eignir. Það tókst. Annað var nánast bónus að mínum mati í þeirri stöðu sem við vorum þá. Þannig að ég bara frekar stolt af þessari ríkisstjórn sem góðu heilli hélt út kjörtímabilið sem var ekki alltaf alveg sjálfsagt að það myndi gerast og kom ýmsu öðru í verk líka. Þetta nú sigurverin ræður sögun einhvern veginn og einhver leyti þá hefur þessi ríkisstjórn ekki fengið svona sérstaklega góða einkunn. Nei, það er rétt. Það er ekki margir sem að tala vel hana. Nei, mér finnst það ekki verðskulda. Nei. Ég var í þessari pólitík, ég sá bara hrækamarnir voru mættir bara á einkaþotunum. Þær ætluðu bara að moka upp draslinu eins og íslenskir auðjöfurar höguðu sér austantjáls þegar það fjall og bara mættir til að moka upp sameiginlegum eigum og slikk og verða ólígarkar. Þessi sjátt að þannig hafi ekki verið að gefa út svona bækur eða reka ekki fjölmiðla til þess að innprenta þessa hugmynd. Nei, einmitt. Og mér finnst til dæmis eins og svona Sess Jóhannu Sigurðardóttur finnst mér svona að vera dæmi þetta, það sem svona, hún nýtur einski sess í sögunni með svona nýri sögu. Ég held að við munum horfa á þetta öðruvísi svona þegar lengra líður frá. Þegar við erum búin að vinna og getur skrifað þetta voru 4 ár sem að flokkurinn var, svo komið 7 ár það sem að var líka í annarri stjórn sem þú varst nú ekki ánægð með. Nei. Og þar var ég kannski líka að vísa í það að árangurinn var kannski uppskeran var ekki mikil svona í sambandi við sósíalisma, við getum þó nefnt þarna, það var sett á auka skattþrep og það er svona táknrænn sigur kannski. Það býr til möguleika á því að geta síðan unnið næstu skref og annað slíkt en kannski það var ekki svo stórkostleg tilfærsla í það voru engin stórkostlegir sigrar en þetta var eitthvað skafamingun gagnvart hagrinu. Já, ef ekki líkingu við það sem gerðist 2009 þar sem að fjármagnstekjuskattur var 10%, hann fór upp í 20%, ég man ekki hvert fyrirtækjaskattur var kominn og það var settur á auðlegðaskattur, það var settur á tímabundin auðlindaskattur á bæði orku og það voru sett inn veiðigjöldin hækkuð, þannig að það var breytingi sem átti sér stað þar út frá svona því ég var nú að tala niður árangurinn af sósíalísku baráttunni, það var miklu meiri heldur var 7 árin í ríkisstjórninni sjálfstæðisflokksins. Og ég held að það skipti máli þarna samfylkingin undir forystu Jóhönnu var meira til vinstri heldur en hún er núna til dæmis. Það er eðlisbreyting á þessu flokki og svo var VG og þessi dýnamík og með þetta þó umboð til aðtarna. Síðan alltaf gerist þarna 2017 þegar VG ákveður að fara í stjórn með Sjálfstæðisflokknum. Ég taldi mig rosalega gaman að geta sagt ég sagði ykkur það, en ég taldi mig vita að þetta yrði erfitt fyrir vinstri til langstíma í framtíðinni. Alveg örugglega. Af því að það sem við höfum séð bæði varandi vinstri og jafnvel hægri flokkana, ég meina ef að vinstrið stendur ekki lappirnar akkúrat í því þá að kjósa vinstri, þá getur nú alveg kosið bara samfylkinguna, Miðflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn, hvað sem er Og neyðin var ekki það stór að kallaði okkur að sérstaka Þau þurfti að reyna töluvert meira. Svona stjórnmálalegu upplausn, það er ekki eins og hrunið 2008. Nei, alls ekki. Váin er ekkert svo stór. Nei, það var ekkert eitthvað. Nei, alls ekki. Og í rauninni hefði verið betra bara að
þú veist, ég meina að það hefur alveg gerst í vestrænu samfélagum og það er það bara kosið aftur, skilur, ef það tekst ekki mynda ríkisstjórn. Fólk er til að kjósa hverju ári í Eurovision. Já, þú veist, bara, þú veist, þetta að handpikka fólki, ég meina þegar Gunnar Thoroddsen, skilur, þú veist, hugsa eitthvað út fyrir bóksi, en þetta var náttúrulega, en ég held að það hefur líka verið, sko, það er náttúrulega margir sem sjá, sko, pólitíkina sem leikvöll og pólitíkina sem leik, einhvers konar íþróttaleik. Og ég held að það hafi verið ákveðið svona undiralda í VG að prófa að stjórna með Sjálfstæðisflokknum af því að það væri bara áskorun sem að þú færði ekki staðist þú ert í pólitík. Í alvöru, ég held að það hafi verið einhvers konar stemning hjá einhverjum og þetta hafi bara kýtlað. Þetta er svo pota í vegg þess að þetta eru nýmálað. Já, nákvæmlega, já, rosalega góð. Þannig að ég held að það hafi stýrt einhverju ferð þarna af því að það var líka í umræðinni þarna 2007. Já, er það ekki stjórnarmyndið 2007? Jú, 2003 og 2007, já. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsókn hangir á einu manni og menn áttu sig á því að það væri ekki á vetursetjandi. Akkurat. Það var meðal annars Bjarni Harðarson var einn af þingmönnum Framsóknarflokksins, ég man að menn nefndu hann, að þetta væri bara alltaf veikt og þá opnaðist mjög skyndilega svona hringekja að væri að leita nýrri ríkisstjórn sem endaði í ríkisstjórn Samfylkingar og og Sjálfstæðisflokksins, en það var, ég veit að Steingrímur Jóhann og fleiri höfðu áhuga á hinnu. Já. Það var svona, það kýtlaði eitthvað þá, sko. Góðu helli var það ekki. En já, ég held að þetta sé í alvörinu það sem gerðist og þess vegna hafi ekki verið reynt betur. Herðu, svo förum við bara mörg ár fram í tíman og komin að VG er dottið út á þingi. Stendur mjög veikt í sveitarstjórnum á höfuðborgarsvæðinu, reyndar með einhverja bæjarfulltrúa og sveitarstjórnarfulltrúa víða land. Píratarnir duttu líka út af þingi. Píratarnir náttúrulega kannski hægri sinnaðri flokkur í dag heldur en til dæmis svona forveri píratarna kannski, ég veit ekki, hreyfingin sem að borgarhreyfingin sem að var, sem að sömuleyti studdi ríkisstjórn Jóhannu þarna síðustu metrana. Samfylkingin er svona, mundu kannski segja að hægri kratarnir hefðu einhver leyti náði yfiröldinni. Þó má segja að Kristrún vísar oft til það sem að við vorum að tala hérna í upphafi svona eitthvað svona réttlætis baráttu svona miðja síðustu öld að hún vísar svolítið til og talar held ég að finna ræturnar svona eins og oft er gert og þá vorum kannski að vísa til svona þess tíma þegar að hreyfingin var að vinna fyrir einhverjum samfélagslegum breytingum. Hún vísa til þess en oft það sem að talaði er hins vegar kannski frekar svona hægri sinnað. Sósíalistandi voru tilraun sem er bara það sem hún er og engin vinstrimaður á þingi. Ég held að sé ekki að þetta sé að sé neitt vinstrimaður á þingi. Og það sem meira er sko að það er vinstriði vígamótt. eftir eftir að dotti út og eftir innri átök og svo framvegis þannig að það er ekkert viðnám núna maður bara finnur það sko, í útlendingamálum þú veist það var að fara að búa til varðhaldsbúðir fyrir útlendinga þar sem börn eru fangilsuð skilurðu þú veist salan á Íslandsbanka bara lag í gegn þjóðin vildi ekki selja Íslandsbanka það var bara 80% á móti sem ASÍ gerði. Það var gert sérst áður en að meirihlutin var seldur. Þarna var náttúrulega minnihlutin bara eftir. Já, en ég menna samt eitthvað tákgrænt og það bara, þú veist, það heyrðist ekki múk, skilur. Það voru bara allir með dollaramerki í augunum. Þú veist, fríhöfnin einkavædd, heyrðist ekki múk. Ég menna það er bara upptaktur í því einkavæða flugstöðina sem hefur alltaf verið blautur draumur, sko. Og einhver svona hljóðlát það er hægt að hafa eftirlit sjúkratryggingar er ekkert að hafa eftirlit með einhverjum þú veist, frjálsum kúrekalæknum út allt þannig að þú veist, það er svona eftirlitið er að dofna þú veist, það er að verða eitthvað svona hljóðlát einkavæðing og þú veist, það er alls konar hlutir að fara í gegn sem að bara án umræðu sem er hryllilega skaðlegt á meðan nærmaður heldur ekki alveg utan vinstri á Íslandi. Ég veit ekki alveg hvernig þetta gerast að vinstri myndi sameinast á ný og koma einhvern veginn tvíelt. En á saman tíma en við finnum öll þörfin á því. Já, en það er ekkert að merkja sig ykkur hægri sveifla á Íslandi. Jú. Ekki í samkvæmt könnunum, að það er ekki Já, þú menar meðal almennings. Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega bara í einhverju
bara mælist með 18% eitthvað sem bara lýgilegt ef við værum að horfa bara fyrir nokkrum árum síðan. 8,8. Miðflokkurinn, hann með öllum þessum látum með því að stýra bæði Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum inn á þingi, nær að halda sér í einhverjum 10 flokkum. Síðast var Framsóknarflokkurinn komið niður fyrir 5%. Já, en pólitíkin að vera hægri sinnari. Ég veit að hún færist öll saman. Man get ekki sagt að þetta væri svona hægri svipla á að vera að tala í Bretlandi þar sem að reform mælis með 36% fylgi. Það er ekkert svoleiðis í gangi á Íslandi. Nei. Þannig það er eins og bara vinstrið að vera kóðna niður og það er einhvern veginn þá bara safnast fylgið á miðjuflokka sem eru, svo veist, á kannski, ég nefndi 1950, við getum nefndi 1970, væri bara skilgreittir sem hægri flokkar. Já. Þetta er svolítið svona einhvern veginn. Já, einmitt. En þú veist, það sem maður skynja svo ofboðslega vel, það er tómarúm á vinstri kantinum. Það verður eitthvað að rísa þar. Við erum ekki að fara að nota sömu uppskrift og hefur verið notuð. Það er fullt af fólki sem er miklu fleira fólk heldur en voru virkir í þessu flokkum sem telja sig vinstri menn á Íslandi og vilja sjá eitthvað vinstri rísa upp. Ef maður tekur svona alþýðubandalagi eða eitthvað svoleiðis í gennum söguna þá er þetta kannski svona allavega svona 15-20% fylgi á landsvísu og svona í Reykjavík kannski 20-25%. Já. Sem að þú myndir segja að væri svona heimilislaust. Sumir eru að halla sér að samfylkinguna þegar engin skárri kostu til, en við erum líklega að tala engi sem er eitthvað af þessari stærð. Já, og flokku fólksins að einhverju leyti líka, Já, það er rétt. En engin uppskrift til? Engin uppskrift, það þarf uppskriftin er í sjálfur þessi svo að bara ræða málefnin. Hvaða málefni skipta máli, hvaða málefni þurfa að heyrast, ekki falla í einhvern pitt hver á að stjórna og hvernig var að hafa þetta og hvernig var að skipa upp á lista og eitthvað svona. Heldur bara að tala saman málefni og það er náttúrulega það sem við vinstra fólk eru búin að vera bara að gera út allar trissur, alltaf það sem 3 vinstri menn koma saman þessa dagana, það er verið að ræða bara hvað ég var að gera og hvað skiptir máli og hver er staðan í dag. Það skiptir máli hvað er að gerast erlendis. Ég veit ekki hvort að setja að horfa eitthvað til Skandinavíu. Ég ætla nú að fá heimsókn frá Svíþjóð á morgun, þar sem að ég ræði kannski aðeins sænstjórnmál. En það sem er að gerast til þeim í Bretlandi í kringum flokk Sultana og Corbyn, að það er lögð áhersla bara á svona félagsvæðingu samfélagsins. Við erum bara að byggja upp félagslegar heildir í verkalýðshreyfinguna, hagsmunasamtök almennings. Það er verið að tala svona bara kauffélög eða eitthvað, þannig að verðum að hafa eitthvað svona félagslegt afl á móti auðvaldinu. Og ef við höfum það ekki, þá munum við náttúrulega aldrei vinna. Við getum ekki unnið einhverja stórkostlega sigra í samfélagi þar sem auðvaldi eiginlega stýrir öllu sem að máli skiptir. Það er náttúrulega líka það besta sem við gerum eitthvað hvort auðvaldinu, það er að hægja á samfélaginu. Það er að hægja á neyslunni, það er að hægja á enganeyslunni. Einkabílnum og En sá sem er með lága tekjur í samfélagi með svona hálfveikt velferðarsamfélag getur ekki tekið undir þetta. Nei, millistéttin geti það og við skulum ekki vanmeta mátt millistéttarinnar heldur. Það þýðir ekkert að fara í vinstri róttaka baráttu að vera með hluta millistéttinu með. Það gengur ekki. Nei. Það var óvæntur sigur í prófkjöri demokrata í New York. Borgarstjóri þar, hann talar að það þurfti að vera, ég veit ekki hvað þetta þýðir, þetta svona fóstubúl. Það sé bara hægt að lifa þar og það er bara húsnæði er alltaf dýrt, matur er alltaf dýr. Hann leggur til þess að borgin reki búðir, matarvörubúðir, eina í hverju borgar hluta. Og hann sá að það bara er búið að breyta borgin okkar þannig að það er ekki hægt fyrir venjulegt fólk að vera þarna lengur. Þetta er gert allt í þágu ríku efnuðu og við komumst ekki fyrir og þetta er bara vont samfélag. Við verum að hafa bara þannig að sé þægilegt fyrir svona venjulegt fólk að lifa þarna og venjulegt fólk er ekki með alltaf mikinn afkomukvíða og er svolítið örygg út í sínu lífi, þá verður bara stórkostlegt samfélag. Mér finnst þetta vera svona hans skilaboð. Já, ég held ég veit ekki hvort við höfum komið þangað, ég veit að stundu sagt hlutinni vera verri, aðra vera betri. Og tökum sér dæmi bara eftir stríðsárin þegar allt var mögulegt, alla félagslegu lausnir, það var byggt upp þessi heilbrigðiskerfi, NHS stolt rísa átök í húsnæðisuppbyggingu í öllum löndum, rosaleg að
við erum að nálgast þann tímapunkt aftur sem hægt að segja bara, nú fyrir við bara í samvinnufélög, nú fyrir við bara í ríkisekstur, það þurfa ekkert allir að versla í þessum búðum, en þær verða að vera til þess að fólk geti fengið næst vel og notið alls skilur við erum að útfluga nálgast þann tímapunkt þar sem svona róttækar hugmyndir sem eru samt bara, hvað maður að segja, skynsamar út frá almannahagsmunum. Já, það kom í kosningunum. Það sé hægt að fara í það. Svo við aftur í Corbyn í kosningun sem hann leiddi 2017 og fekk hann 40% allavega meira heldur en Keir Starmer fengið. Þá var hann til þess með að bara skrúa ofan af engavæðingu í sambandi við vatnið og lestirnar og eitthvað fleira. Já. Og það naut bara gríðalis fylgis. Það náttúrulega, nýfrjálska nýtur ekki fylgis. Hún hefur aldrei getað náð völdum út á eigin erindi. Nei. Þess vegna í Bandaríkjunum og fleira þarf að blanda inn einhverju menningarstríði og alls konar hlutum til þess að ná í fylgi. Herðu, en það er allir vígamóðir. Engi veit alveg hvað köku á að baka, uppskutur ekki klár. Og engi litla hæna til þess að byrja að baka. Aðdragandinn að VG á sínum tíma, að það var bara svona umræðu vettvangur eða ekki, en bara fóru og hittust og spjölluðu. Já, það var stofnafélag sem Ögmundur Jónasson hafði nú vega vandað, stefnafélag vinstrimanna og ég satt þar í stjórn og það var hist bara svona á heimilum og svo var búið til funda, málefnafunda. Og það er bara grundvöllur og það náttúrulega verður að vera grundvöllur. Það verður að vera hægt að tala um málefni og hugmyndir og þú veist, og svo verður að saminast þau málefni og þær hugmyndir. Eða byggja upp eitthvað nýtt, en já. Og þú upplifir að vinstri menn og sósíalistar í Íslandi séu bara þarna? Já. Þeir eru eiginlega, þeir eru rétt fyrir utan byrjunarrit. Já, jafnvel þar, ég veit ekki hvort að þurfi aðeins meiri tíma til að sleikja sárin, og svona safna kröftum, en þetta er náttúrulega búið að vera bara, þetta sem gerist í vor var bara svo mikið reiðaslag, Nei, fyrir ekki voru síðasta vetur, já. En nú er stutt í sveitarstjórnarkosningar, þannig að ef að vinstri ætlar ekki að fá annan skell, þá verður það að taka sig saman, einleldina. Það var að hysja upp sig. Já. Það hefur svo sem oft verið undirbúnar kosningar með skömmu fyrirvara, en það getur kannski eitthvað orðið til. Finnst þér líklegt að þessi fyrirbrigði ef við tökum píratana með, það sem er oft teknir af því að, og ég tek það oft með sem kjósendahóp og byggi bara á kosningarannsóknum að mörguleiti er kjósendahópur pírata líkur sósíalistunum og VG. Telurðu líklegt að þessir flokkar muni vera áberandi í 17. kosningunum, VG, sósíalistar og píratar? Ég tel það mjög ólíklegt að þessi flokkar bjóði fram sér. Ég held að sé líklegra að það verði einhvers konar framboð. Það verði reynt að saminast einhver framboð. Til þess að endurtaka ekki leikinn frá síðustu alþingiskosningunum, bara hreinlega. Og svo mun það líka gerast að samfylkingin með öllu líkindum draga sig úr framboðum eins og í Garðabæ og Ísafirði og víðar, þar sem samfylkingin hlýtur að ætla að fara í eigin nafni allstaðar. Ég myndi halda það, Ég veit nú ekki alveg hvernig það fer svolítið eftir hvernig stemningin innan samfylkingar hversu miðstýrt þessu af því að oft á svona stöðum þá fjallar persónuleg tengsl. Og hvort að þú sett til í að hanga áfram með liðinu sem þú ert í frambúið með eða ekki. Þannig að ég veit ekki. Já, en það er langt í kosningar og margt getur gerst og vika langur tími í pólitík, ég veit ekki hvað þetta spila. En við kannski ræðum þetta saman seinna. Ég ætla að taka svona sirpu og ræðum við fleira fólk og kannski svona næsta hringa þá tek ég kannski 3-4 saman og fæði kannski aftur fyrir Rauða borðið að tala um stöðu vinstrisins. Þau er gaman að gera það, ekki? Mjög stálega gaman að spjalla pólitík, já. Það eru Drífa, kærar þakkir. Takk. En við ætlum að halda áfram að skilja hennar heim við Rauða borðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.